Í dag ætlum við að nýta flugu sem hefur reynst mér vel í vötnunum hérna í kringum höfuðborgina og þá kannski sérstaklega Elliðavatni og já, Vífilsstaðavatni líka og einn í Hólmsá sem er falin perla. Já, ekki svo mikið falin en vannýtt að minnsta kosti. Og þetta er þurrfluga og það er svona, hvað ég að segja, hún hefur þann kost umfram aðrar þessar hefðbundnari þurrflugur að hún sem sagt liggur ofan í vatninu, þessi hluti hérna, og CTC fjaðrirnar sem eru hérna standa upp úr vatninu og því er frekar auðvelt að sjá hana, sem er nú vandamál sem að margir glíma við þegar þeir eru að veiða á þurrflugu, það er að sjá fluguna og ég er svo sannarlega einn af þeim. En þetta, að nýta svona þurrflugu, það hefur mikið að segja og bjarga miklu. Og krókurinn sem við notum í þessa flugu er frá Hanak og er klinkamer krókur. Það er ekki nauðsynlegt, það er alveg hægt að nota gröbberkrók. En þessi er góður, agnaldslaus og fallegur krókur. Þráðurinn sem við notum er frá Textream, svartur, 8, klassískur, ekkert verið að fara neitt út fyrir hefðirnar. Við byrjum á því að festa þráðinn og svo notum við annars vegar svona flexifloss frá Hends, svart, teygist alveg von og víti. Það er hægt að nota bæði í heilan búk og einnig sem öf og við ætlum að nota hann í öf í þetta skipti. Festum hann niður. Einnig ætlum við að nota perlutinsel í vöf og það er með þessa flugu eins og allar aðrar. Það er engin regla og það má leika sem er litina alveg eins og manni lystir. En þessi litur, það er að segja svartur og perlutinsel sem er með örlítinn bláan gljáa, hefur gefið mér ágætis auði. Ágætt að reyna að teygja vel á flexiflossinu svo að búkurinn verði nettur. Passa sem leið að slíti ekki perlutinselið. Færum þráðinn alveg niður. Já, langa leið allavega. Og upp aftur. Svona. Því næst er flexiflossið tekið og við ætlum að reyna að hafa vöfinn nokkuð þétt saman. En það er gott að teygja á flexiflossinu. Þá geta við ekkert að flýta sér neitt sérstaklega þessu. Festum það niður. Svona, þá er það perlutinselið og við vefjum því á milli vafningana sem að flexiflossið fór í. Ég skal ekki segja hvort að þetta tinsel hafi úrslita vald þegar kemur að því hvort að fiskurinn fari í þessa flugu eða ekki.
það gerir búkinn fallegri og það gerir það verkum að það eins og búkurinn sé með þetta segmentation eða skipt upp eins og stundum á þessum pöddum. Nú vængurinn sem við skoðum án úr CTC, það bara svart CTC og hnýtara í sjálfsvald sett hvaða litar notar. Það hægt að nota grátt, náttúrulegt, bara í rauninni skiptir það ekki máli. Ég hef þó ekki prófað að nota appelsínugult eða rautt eða þannig, en það virkar alveg örugglega. Ég tek það bil 3 fjaðrir, 2 ef þetta vandað efni og fanirnar eru þéttar, en í þessu tilfelli ég með 3 fjaðrir settar saman. Að gera reyna að ná þessu þokkalega réttu. Svona, festum niður. Það ágætis regla þegar maður festir niður svona væng. Að reyna að festa niður aðeins í burtu frá auganu til þess að við höfum eitthvað pláss til að vinna með það eftir þegar við gerum hausinn og nýtum hnútinn. Ég hefði ásækju mátt hafa þetta aðeins lengra frá við þetta villi, en við látum þetta duga. Svona, þóraxinn, eða frambúkurinn, úr íkorna. Náttúrulegum íkorna, gráum. Þetta algjörlega frábært döbb frá Vapsi og ofboðslega lifandi og skemmtilegt. Og mætti ég jafnvel nota það í staðinn fyrir héra í mörg verkefni sem að hérinn jafnan notaður í. Og þurrfluguveiði í stöðuvatni dálítið frábrugðin því að veiða á þurrflugu í straumvatni og jafnvel töluvert meira þolinmæðisverk. Því að oft fiskur í upptöku og að taka flugu af yfirborðinu og þá að gera hita og víða rólegur. Þessi fluga, hún á ekki að sökkva ef hún ekki orðin þar að segja rennandi blaut eða öll útötið ef maður búinn að taka fisk á hana til dæmis, þá ágætt að þurrka hana, setja hana í vestið og jafnvel setja aðra undir, en hún á að þola nokkuð mörg köst áður en það þarf að skipta. Nú vænginn tökum við og breiðum yfir frambúkinn. Og myndar eins konar vænghús. Og undir. Flugan eins og hún núna svo gott sem tilbúin. Eina sem eftir að nýta hnútinn. Og að í þetta skipti ætlum við að svindla örlítið vegna þess að það lítið pláss hérna til þess að koma hnútinn fyrir. Og þá notum við heimatilbúið verkfæri sem oddur framan að penna. Ekki merkilegt en virkar. Og við vefjum þráðinum utanum
Setjum á þetta bragð. 1 komið. Og 2. Svona. Þá ekkert eftir nema að setja örlítið lakk. Eins og flugan núna, þá hún tilbúin. Það má gjarnan snyrta hana aðeins betur til. Hérna standa nokkrar fanir af CTC aftan úr henni. Það má jafnvel rífa þær af. Þá geti þessi regla með CTC að vera ekki að klippa það mikið heldur. Nota frekar puttana og rífa það í sundur. Það kemur skemmtilegur út. Þá þessari flugu lokið og tilbúin í boxið. Takk fyrir mig.